það gerðist í fangelsi. Í þá daga voru vesturfylkin strjálbyggð og stundum eins villt og afar látið. Borgir og bæir voru dreifð, byssumorð voru algeng og oftast var sá öruggastur sem fljótastur var að toga í gikkin. Fram á þetta svið gengur maður þekktur undir nafninu Harry Orchard. En það var samt ekki hans rétta nafn. Harry Orchard var án efa allræmdasti glæpamaður sinnar kynslóðar. Nafn hans tengdist hinnir harkalegu stéttarbaráttu samfara lögleysi sem markaði sögu norðvesturfylkjanna upp úr næst síðustu aldamótum. Theodore Roosevelt var þá forseti Bandaríkjanna og Frank Stunnenberg var þá nýhættur störfum sem ríkisstjóri í Idaho fylki. Harry Orchard var vanur að vera á flótta undan réttvísinni, einn, ógæfusamur og örvæntingarfullur. Hann var fljótur að afla sér peninga, en hann var enn fljótari að eyða þeim aftur. Þar til hann skuldunum vafinn stóð berskjaldaður frammi fyrir kröfum spilltra verkalýðsafla. Brátt var hann genginn í flokkinn og jafnvel farinn að undirbúa skipulagðan glæp. Á byssu hans voru greyptar 20 skorur. Það var vegna þeirra að hans var leitað. Og nú stóð hann andspænis síðustu og hræðilegustu ákvörður sinni að taka líf Frank Stunnenbergs. Stunnenberg, ríkisstjóri, var maður sem hafði mikið persónulegt vald, ósmeykur og dugmikill. Þótt líf hans hafði oft verið ógnað, þá gleymdi hann algjörlega allri persónulegri hættu í baráttu sinni við að hafa hemil á lögleysinu í fylkinu sínu. Frú Stunnenberg, hinn trygga eiginkona hans, var einlæg kristin kona, staðráðin í því að kenna börnunum sínum veg drottins. Enda þótt maður hennar væri góður stjórnandi, þá játaði hann ekki kristna trú. Einn morgun, seint á árinu 1906, hafði frú Stunnenberg tilbeiðslu stund með fjölskyldunni eins og hún gerði venjulega. Maðurinn hennar tók þátt í henni með þeim. Eins og hann gerði oft og með sinni skæru tenórrödd tók hann þátt í söng þeirra. Þennan morgun var frú Stunnenberg sérstaklega áhyggjufull og þar sem hún gat ekki leynt áhyggju sínum, þá sárbað hún mannin sinn að gefa drottni hjarta sitt. Einkum með tilliti til síendurtekina morðhótana. Hann svaraði ekki, en hún sá að hann átti í mikilli baráttu, að Guð var að tala til hans. Hann gekk gólf auðsýnilega í miklu hugarstríði. Allt í einu rauf hann þögnina og söng sálminn með sinni björtu fallegu rödd, Herra minn Guð til þín. Ef til vill var þetta svarið. Bersýnilega hafði einhver ákvörðun verið tekin, því að síðar þennan sama dag og án vitunda konu hans sagði hann nokkrum vina sinna að líf hans mundi breytast, að hér eftir mundi hann ekki gera sumt af því sem hann var áður vanur að gera. Lítið vissi hann hver skamman tíma hann átti eftir, því að Harry hafði þá þegar búið til hina banvænu sprengju. Þegar Frank Stunnenberg sneri heim til sín það kvöld
opnaði hann hliðið sem hleypti vítisbúnaðinum af stað og innan fárra stunda var hann látinn. Landvarnarlið fylkisins umkringdi borgina. Leitin tók skjótan og fullkomin endir. Harry hafði greift síðustu skorina í byssu sína. Athygli þjóðarinnar beindust nú á málaferlunum sem á eftir fylgdu. Það var eitt af mestu málaferlum í sögu Bandaríkjanna. Hinir þekktu menn, Clarence Darrow og William Brooke, börðust mánuðum saman fyrir máli sem varnaði framtíð verkalýðshreyfingarinnar í Norður-Ameríku. En auðvitað var Harry þar miðpunkturinn það bil að vera dæmdur. Já, en einnig vegna tveggja óvænta atvika sem áttu eftir að breyta miklu. Læknir í Chicago, Davíð Pólsson að nafni, sem frétt hafði að réttarhöldunum, fann sig hvattan til að senda Harry Biblíu. Þegar hún kom, neitaði hann að taka við henni. Hvað hafði maður eins og hann að gera við Biblíu? Biblía og byssa áttu ekkert sameiginlegt. En eitthvað var að brjótast í huga hans síðan hann var handtekinn. Höfðu orðin: það er ekki hægt að bjarga morðingja, hljómaði í huga hans. Hann þekkti ekki upp sprettu þessara orða, en gætu þetta verið í Biblíunni? Voru þau í þessari bók? Svo hann ákvað að komast að því. En auðvitað fann hann ekki þessi orð, því að hvergi stendur það í Biblíunni að ekki sé hægt að bjarga morðingja. En það sem hann fann í bókinni var frelsari sem að segir: þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brottu reka. Og svo skeiði nokkuð annað. Dag einn, þegar hann beið eftir að réttarhöldin byrjuðu, kom fangavörðurinn inn til hans og sagði: Orkard, sonur frúr Stunnenbergs, vill tala við þig. Drengurinn kom inn og stóð skjálfandi frammi fyrir morðingja föður síns. Hann rétti honum pakka og sagði með óttasleginni röddu: Mamma sendir þér þetta. En nú var komið að Harry að skjálfa. Hvers konar hend var nú þetta? Hvað gat kona fórnarlambs hans verið að senda honum? Kannski sprengju? Tauga óstyrkur opnaði hann pakkan og fann sér til léttis bara bók. Mamma segist fyrirgefa þér allt það sem hræðilega ranglæti sem þú hefur valdið fjölskyldunni okkar. Hún biður þig að gefa Kristi hjarta þitt. Hún segist einlæglega vona að þú frelsist inn í Guðs ríki. Gerið ykkur í hugalund ef að þið getið. Hugsanir þessa tilfinningalausa manns, að hugsa sér að eiginkona þess manns sem hann á svo miskunnarlausan hátt myrti, skildi ekki hafa sent honum sprengju, heldur fyrirgefningu. Ef kristindómurinn getur gert þetta fyrir konu sem hefur verið gert svo rangt til, þá hlýtur hann að vera mjög raunverulegur. Og hver svo sem bókin þá ætlaði hann að lesa hana. Þetta var lítil bók nefnd Vegurinn til Krists. Líklega svo besta bók sem rituð hefur verið utan Biblíunnar. Hvernig lifa á kristilegu lífi. Enginn ætti að vera án hennar. Hann las bókina af miklum áhuga og hann hélt áfram að lesa Biblíuna sína. Frú Stunnenberg heimsótti hann oft í fangelsið. Hvergi var hann við fordæmingu, hvergi nema í réttarsalnum. En réttarhöldin og niðurstöðu þeirra urðu nú á þýðingar minni,
þar sem var að gerast í hans eigin hjarta. Fyrirgefning eins og hann fann hana í bókinni og sá hana birtast í lífi manna var að vinna sitt verk. Það hjálpaði allt til að koma örvindakafullum ráðþrota manni gegnum erfiðleikana. Hjálpaði honum til að taka hina mikilvægu ákvörðun fyrir Guð og réttlætið. Núna vissi hann hvað hann yrði að gera og hvað hann ætlaði að gera. Hann ætlaði að játa fyrir Guði til þess að hans eigin sál mætti hreinsast og hann ætlaði að játa fyrir heiminum að svo miklu leyti sem hann mögulega gat allt það hræðilega ranglæti sem hann hafði sýnt mannkyninu. Hann vissi að játning sín myndi leiða í ljós langan glæpaferil sem skelfa myndi mannkynið. Syndir hans virtust ná niður til vítis og upp til himins. Þær eru svo hræðilegar, sagði hann, að jafnvel þótt ég iðraðist beisklega hafi ég þann skelfilega ótta að Guð myndi aldrei fyrirgefa mér. Breytingu sem á honum varð var einlæg og greinileg. Hann baðst fyrir langt fram á nætur. Hann las bókina og þar sem syndir hans gnæfðu yfir hann eins og hrikaleg fjöll, féll hann aftur og aftur á kné til bænar. Samfangar hans héldu að hann væri að missa vitið. Nei, hann var ekki að missa vitið, hann var að finna Guð. Hann var fundið sekur, en frammi fyrir Guði himinsins stóð fanginn saklaus. Loksins var hann frjáls. Hann meðtók refsinguna lífstíðar fangelsi, en það var ekki lausn úr fangelsi sem hann sóttist eftir. Hann vildi aðeins lifa til þess að deila með öðrum því sálarfrelsis sem hann hafiði fundið. Mörgum árum síðar, sagði hann við mig, ég man vel eftir þeim degi þegar ég gekk inn í þetta fangelsi. Þegar fangavörður læst í klefana mínum, þá vissi ég að ég yrði aldrei aftur frjáls maður. Þetta var fyrir rúmum 40 árum síðar. Ég ennþá innilokaður í þessu fangelsi, en þrátt fyrir öll þessi ár í fangelsi, þá hef ég öðlast sálarfrið sem ég þekkti aldrei. Steinveggir og járngrindur hafa haldið líkama mínum í fjötrum, en sál mín hefur lengi verið frjáls. Þetta er frelsið sem hann vildi deila með öðrum, jafnvel á fyrstu dögum fangavistar sinnar. Og hvað var að gerast? Eitthvað meira en fyrirgefning, eitthvað meira en innra frelsi. Lifandi samband við Drottinn Jesú Krist breytti þessum manni. Andlitsdrættir hans mýktust, venjur hans breyttust. Nú var allur maðurinn gerbreyttur. Náð Guðs var að vinna sitt verk. Skemmtilegt atvik sem átti sér stað sýnir einmitt hversu stórkostleg breyting var á manninum. Dómarinn sem dæmt hafði hann sekan og sem hafði svo nái fylgst með honum alla þá mánuði meðan á málsrannsókn stóð, tók sér ársfrí frá störfum. Og ári síðar kom hann aftur tilbaka. Og fyrsta mál hans snerist glæpafélaga Harrys og auðvitað var hann kallaður sem vitni. Og dómarinn bað að Harry yrði færður inn. Hann var leiddur inn í vitnastúkuna, en dómarinn sagði, þetta er ekki Harry Orchard, þetta er ekki maðurinn sem ég dæmdi. Hann trúði því ekki að þetta góðlátlega, heiðarlega andlit fyrir framan hann væri af hinum forherta glæpamenni sem setið hafði mánuðum samar í réttarsal hans. Að hugsa sér öll þessi breyting á einu ári, já, Guð gerði meira fyrir Harry
en að fyrirgefa honum. Það voru ekki aðeins venjur hans sem breytust. Sjálfur maðurinn breyttist. Ég mun aldrei gleyma þeim degi þegar ég talaði við þennan 83 ára gamla mann í ríkisfangelsinu í Idaho. Klæddum samfestingi með hrúft, sólbrúnt andlit, en friður og frelsi frá synd og sekt skein út úr hverjum andlitsdrætti þessa góðlátlega manns. Þegar hann sagði mér þessa sögu sína, ég verð að játa að ég sá í gegnum móðu, því að ég sá Guðs undursamlegu náð, hans lifandi mátt, hans takmarkalausa kærleika að verki. Stór